Bærinn Mikligarður í gamla Saurbæjarhreppi en þar var kirkja á miðöldum. Altarisklæði úr kirkjunni varðveitt í Þjóðminjasafni Dana og mun vera frá miðri 16. öld. Í klæðinu eru 6 fletir með póstulunum 12 og umgjörð skreytt með mismunandi skrauti, allt saumað með refilsaumi. Í byrjun vorannar 2014 var sveitungum í Eyjafjarðarsveit boðið upp á námskeið í listrænni hugmyndavinnu með altarisklæðið frá Miklagarði sem innblástur. Afrakstur þeirrar vinnu sem þarna hófst nú til sýnis í smámunasafni Sverris Hermannssonar. En hvaðan kemur þessi hugmynd? Það kom hingað kona frá Svíþjóð, fyrst þegar voru Svíarnir komið á Hrafnagilssýninguna og þá var hún með fyrirlestur að fá inspirasjón frá kirkju. Og þá fór hún í kirkju í Svíþjóð og tók fulla filmu af ljósmyndum bara úr kirkjunni. Og svo var hún með fyrirlestur á Hrafnagili á sýningunni, handverkssýningunni sem var þá. Og sýndi hvernig peysumunsturinn væru eða hvernig útskurðarmunstrin væru í bara litlum hlut af hlutum sem listum á veggjónum eða altaris klæðinu eða töflunni eða bara. Og þetta fannst mér sniðugt og var að vísu, eins og ég segi, búin að sjá þetta áður að fólk gerði þetta svona og líka í skólanum, þegar ég var í myndlisskólanum. En mér er alltaf langað til þess að vinna þetta út frá einhverju gömlu héðan Eyjafjarðarsveit. Og þegar ég sá þetta klæði, að þetta væri meiri segja hér, þar sem ég var búin að kaupa mér lóð, þetta væri næst þar sem ég byggi. Þá valdi ég það og fór að vinna þetta sjálf og svo langaði mig til þess að það myndi vinna þetta með fleiri með mér. Og þá auglýsti ég til sveitinni og fékk hópa konum sem að við byrjuðum þarna eftir í nýjárið 2014 og unnum þetta voru önnuna og svo höfðar það í heimavinnu að vinna út frá þessari vinnu hugmyndir að verkum og það eru verkin sem eru hérna sýningunni sem þær hafa svo unnið í vetur. Og þau eru mjög fjölbreytt? Það eru fjölbreytt, það er bæði það er prjón og útsaumur og svo er vefnaður. Sumt af því eru hugmyndir sem eru fullgerðar en það er stórt og mikið verk sem verður áfram, minnst ári viðbót. Og hvað er svona spennandi við þetta? Hvað finnst þér mest spennandi við þessi munstur sem þarna er að finna? Mér finnst spennandi að kannski kveikjan að þessu svo að á tímabili þá vorum við voðalega mikið að skoða amerísk handverksblöð og við keyptum blöð sem var auðvelt að fara í og gera eftirlíkingar af. Og það er allt í lagi að gera það, en það var bara ekkert fannst mér, verið að vinna út frá okkar líka þjóðmenningu og þessi amerísku handverksblöð sem var verið að kollríða öllu hérna. Það var einmitt þjóðmenning eða alþýðumenning Ameríkana en á meðan við vorum ekki að skoða okkar alþýðumenningu. Þannig að það var kannski kveikjan að því mig langaði til þess að gera þetta. Það eru margir sem að segist ekki geta eða hafa hugmyndir eða hafa ekki þekkingu og fá ekki hugmyndir til þess að gera hluti. En með því að skoða eitthvað efni, til dæmis eins og þetta altarisklæði sem með svo mikið af munstrum, þá tekurðu og teiknar einhvern smá hlut og tekur hlut af honum og teiknar svo aftur þann, síðan geturðu tekið spegil eða eitthvað og speglað munstrið og gert að fjölfalda það og þá ertu komið með eitthvað munstur sem er ekkert endilega sjáanlegt í altarisklæðinu og þannig geturðu haldið áfram og gert endurtekningar munstur í peysur eða útsaum eða púða eða hvað sem er. Og þá ertu bara komin í gang og þá er flæðið komið í gang og þá ertu bara sjálf farin að skapa. Og þú ert að kenna hérna í Hrafnagilsskóla og fékkst krakkana líka til liðs við þig, er það ekki? Já, ég baði að kennararnir þá, sem voru bæði handvinnukennarinn og myndmyndakennarinn og smíðakennarinn, myndi kannski skoða þetta aðeins og myndlistakennarinn, hann tók þetta til sín og krakkarnir í myndlist gerðu fínar myndir og þær eru allar, ég setti þær í bók og þær eru hérna á sýningunni.
Sjálf hefur Hadda hannað mottur fyrir Saurbæjarkirkju en Inger Jensen sem kom á námskeiðið situr nú við vefstólinn í gamla húsmæðraskólanum á Laugarlandi og vefur motturnar. Bryndís Símonardóttir sat einnig námskeiðið og hóf í kjölfarið afar metnaðarfullt verkefni en hún hefur hannað og ofið dúka fyrir kirkjuna. Það sem hún gerir fyrst að kenna okkur að vinna með mynstur. Þannig að við smám saman eflumst og náum tökum á því að gera mynstur, jável þó að við séum ekki menntu til þess á þann hátt. Og síðan vindur þetta bara upp á sig og smám saman tekur þetta á sig mynd og maður veit svona hvert maður vill stefna með það. Og svona undir vorið þegar námskeiðinu var að ljúka þá svona blasti það einhvern veginn við mér að það yrði að vera altaristúkur sem ég myndi fara út í. Hvers vegna? Það var kannski fyrst og fremst vegna þess að laufblöðin heilluðu mig mjög mikið. Laufblöðin í altarisklæðinu, þessu gamla sem við vorum að vinna eftir, að þessi laufblöð voru sérlega falleg og ég var stöðugt að vinna með þessi laufblöð af einhver ástæðu og það svona endar í því að ég fer að leika með svona þessi hringlaga mynstur sem eru í klæðinu og laufblöð sem að fara svona í hálfhring. Og smám saman bara tekur dúkurinn á sig mynd og þegar ég svo sest niður á teiknan þá ger ég þá einni helgi og neytti hvorki matar eða drykkjar, heldur bara lá yfir þessu í marga klukkutíma báða dagana og kláraði það á einni helgi. Vá, gera það betur. Og það einhvern veginn þetta heillaði mig svo mikið að ég bara hellti mér í það og gerði ekkert annað með það. Voru það laufblöðin sem að... Það voru laufblöðin fyrst og fremst, já, sem að mér fannst mjög gaman að vinna með. Og segðu mér aðeins frá því, þetta hérna hjá okkur, já. Greinilega rosalega mikil vinna á bakvið þetta. Lýstu aðeins ferlinu, hvernig þú vinnur þetta og hvað það er sem gerir? Mér fannst svolítið atriði að ná tökum á litunum í kirkjunni. Það eru þessi gammelblái litur, það er gamall rústrauður litur og það er svona okkurgulur litur og þessi litir eru í kirkjunni og ég finnst atriði að þeir væru í dúknum. En þeir eru ekki til á venjulegum litaspjöldum þannig að það var hvergi hægt að finna þessa liti. Þannig að Ístex litaði fyrir mig einband í þessum litum og síðan ákvað ég að ég vildi vefa dúkinn í altaris. Ég vildi vefa dúkinn sjálfan og er búin að vera að gera það og verða búin með 8 metra af dúknum eða efninu sem fer í dúkinn og í millitíðinni er ég jafnframt búin að gera marga pröfur að refilsaumi af því að refilsaumurinn verður saumurinn sem ég mun nota í að brótera mynstrið í dúkinn og þar hef ég líka verið að leika með liti og prófa mismunandi útgáfur af litasamsetningum og það er allt hér á borðinu þannig að það er hægt að sjá svona hvernig þetta kemur út. Og þú ert ekki bara að hanna þetta eitthvað út í bláinn, þetta fer ekki bara, verður ekki stofustafs heimi hjá þér, heldur er hugmyndin að þetta rati heim til sín í kirkjuna? Já, það er hugmyndin og þetta er sem sagt byggt algjörlega upp frá mynstrunum í altarisklæðinu frá Miklagarði og síðan eru allir litirnir í þessum altarisdúk úr kirkjunni sjálfri. Þessi hringir sem eru í gamla altarisklæðinu sem var mjög algengt á þessum tíma að gera að hver hringur er sjálfstætt myndefni, að þessa hringi nota ég utan Jesú frelsari mannanna, það er að segja upphafsstafina hér. Og jafnframt þessa tengingu hér, það er svona önnur útgáfa af þessum tengingu hér. Laufblöðin, þetta hringlaga eða hálfhringlaga form kemur auðvitað hérna neðst úr klæðinu en sjálf laufblöðin tekir reyndar hérna ofar úr klæðinu. Síðan er það hornið á altarisdúknum er hjarta og það eru hjörtun sem eru hér í altarisklæðinu hérna eru þetta laufblöð innan í hjartanu
en ég set laufblöð og bý til kross hér. Og í mínum huga þetta trú, von og kærleikur. Sýningin á verkunum í Smámunasafninu verður opin í allt sumar á opnunartíma safnsins og að gera að líta þar við.